Óskalag í byrjun. Óskalag í byrjun. Yes, takk fyrir þetta. Hressir strákar haldaferð, ertu One Direction fan? Já, nei, ég get ekki sagt það. Hvaða lög er önnur? Ég þekki eiginlega bara þetta. Já, en þeir eru samt orðnir eiginlega, held ég bara vinsælasta boybandi í heiminum í dag. Já. Þeir eru með svona Bieber fever, það eru úlingstúlkur sem að tapa sér þegar þeir eru á svæðinu og elta út allt og... Þeir eru samt ágætlega gamlir eða ekki? Þeir eru alveg 25 ára eða ekki? Nei, ég held að sé að þeir eru í kringu 21 árs bara. Já, ok. Ungir og... Þetta er enda svona okkur til í, það er eitthvað sjarm í því þegar fólk veit ekki að það er fallegt. Já, það er það sem að, eins og var kallað hérna í Shallow Hall, the ugly duck syndrome. Já, akkurat. Þá var hún svo ljót sem úlingur að hún fekk persónuleika á ljótri stelpu en byrjaði svo að blása með svo svanur eitthvað. Já, var falleg bara, en var svolítið með góðan persónuleika. Já, það var eins og að vinur minn George Costanza, hérna, leikarin sem leikaði mitt í Shallow Hall, vildi meina. En við erum að mættir hér með FM 95 Blöð, enda klukkan orðin rúmlega 4 og það er enn einn veislan fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur, það er þéttur og góðu þáttu framöndan. Allt ég. Já, við ætlum að fá Gylfa Sigurðsson, fótboltakappa hérna í spjall og eftir, það er náttúrulega gríðarlega mikilvægur landsleikur á morgun. Heldur betur og allir ættu að mæta á hann. Já, þetta er svona leikur sem að, já, maður verður illa svikinn ef það er ekki fulluvöllur. Ísland getur farið á toppinn í riðlunum eftir 4 leiki með sigri. Já, það er náttúrulega ótrúlegt. Það gerist ekki oft. Nei, það gerist kannski aldrei aftur. Nei, og já, Gylfi mitt kom okkur í 6 stig, bara hvað, á síðasta föstudag, með stórkostlegri aukaspyrnu. Fáum hann hérna í spjall á eftir, ég hef aldrei fengið hann í viðtal áður, þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að ræða við hann, bæði Tottenham og landsliðið og fleira. Svo erum við með nýjan dagskrárlið sem heitir Gleðifréttir. Gleðifréttastofan verður hérna hjá okkur og eftir og ég segi frá góðum fréttum. Já. Af því að það er mikið neikvæða fréttir í fjölmiðlum. Já, er ekki búið að sanna að það sé eitthvað afbragðshátt hlutfall, bara 97% eitthvað sliðis? Já, af fréttum sem sagðar eru leiðinda fréttir. Það er ekkert verið að segja frá góðum fréttum, þannig að við ætlum að vera með þær hér í dag. Og við sáum hérna pláss á markanum fyrir góða fréttir, þannig að ákvæmum að kýla á þetta. Og hvað maður nýta okkur að svo er, hvað hefur að kalla þetta, bara eftirhermu hotnið á sínum stað? Jú, ætli það ekki. Þú ert búin að vera með nokkra eftirhermur hérna. Já, og við erum búin að vera með Pál Óskar og Herbert Guðmundsson og fleiri. En í dag er það Shaggy, tónlistarmaðurinn. Já, hann ætlar að panta pítsu í London. Við ætlum að reyna að fá Shaggy til að panta sér pítsu upp á hótelherbyggi. Þannig að ekki missa því. Og svo eru úrslitin hjá okkur í Karókjún. Þegar Pétur Jón Sigfússon var staddur í Bandaríkjunum og þá kepptu við Sóli Hólm tvisvar. Sóli vann eina Karókjukeppni og ég eina. Og við vorum að fatta það. Við höfum aldrei komist að loka niðurstöðu í þessari keppni okkar. Hvor er betri söngvari? Já, þá þarf við leitt úrslita hér í dag. Algjörlega, þá er þetta bara búið. Þá er þetta búið. Og það verða hlustendur sem hjálpa okkur að velja þau lög. Þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá er hellingur að vera okkur. Hvernig var helgin hjá Sóli? Herðu, hún var bara hrikalega fín. Það var auðvitað, ég var að vinna á laugardagskvöldið að gleðja fólk eins og það gengur. Gleður sig ekki sjálft? Það gleður sig ekki sjálft. Og svo var auðvitað bara, fyrir utan átti ég bara dásamlega tíma með konu minn og börnum. Nei, á þér? Herðu, þetta var fínasta helgi. Ekki? Jú, þetta var, ég var rólegur á föstudaginn, kíkti aðeins út á laugardaginn, en ekkert alvarlegt. Engin skandal? Nei, mættur í sund og eitthvað feskur í gær. Já. Oft verið verra á mánundi, morgunan þannig. Já, og hvað þá sunnudegi? Hvað þá sunnudegi? Já, ég var bara feskur í gær. Já, en ég ætla ekkert að ljúga þér, ég kíkti aðeins út á lífið á laugardaginn. Já, þú fegst þér aðeins, hvað var kallinn að fá sér? Þegar þú varst heima hjá þér að þarna börnin og þá var ég fullinn í bæ með úlingunum. Svona er þetta bara. Það er hérna, sonur minn fyrir að djama með þér til nokkur ár. Hann er 5 ára. I'll show him the ropes. Akkulega. Það er bara svona, já, þú sonur Sóla. Já, ég hef búin að heyra nokkra sögur af þér maður. Manstu að við pabbi voru saman í útvarpinu? Já, búin að segja mér eitthvað frá því. Það væri vandræðilegt. Nei, þá verð ég kannski komið með börn sjálfur. Já, vonandi. Þú er komin á betri stað í lífinu. Svei mig þá eitthvað þroskast ekki fyrir rest. Mamma vill menna það. Já, það ekki? Já, munum koma að því. En við ætlum að byrja þáttinn á hrikalega flottu lagi með David Guetta. Þetta er neitt uppáhaldslægið mitt í dag, þetta og Rihanna. Diamonds verður örugglega að spila hérna eftir hjá mér. En þetta er She-Wolf. Já.
FM 95 blöð með ykkur hérna þessum dýrðarana mánudegi. Það sjálfur Auðun Blöndal og hérna hinum með borðið Sóli Hólm. En núna komið að því sem allir hafa beðið eftir. Það slúður dagsins. Takk fyrir það, Sóli. Og ég með þéttan pakkandi ykkur í dag. Já, yes. Sveið mér þá. Já. Og ég ætla að byrja á að segja ykkur frá Jennifer Aniston. En við höfum fjallað það hér í FM 95 blöð og hún trúlofuð þessa dagana. Ég að fara að giftast honum Justin Theroux sem eitthvað spaðið að núti. Ég þekki hann ekki persónulega. Nei, hann ekki leikari? Jú, hann ekki svona, hann ekki orðinn big time. Nei, hann samt ekkert ungur. Nei, ég veit það. Verður hann big time eða? Vonu það. Já, vonu það. Fyrir hennar hönd. Já. En þetta væri nú ekki frásögufærandi nema að Jennifer Aniston sögðu alltaf bjóða mömmu Brad Pitt í brúðkaupið sitt. Leikkonan og Brad Pitt skildu árið 2005 eftir tæplega 5 ára hjónaband. En þrátt fyrir það hafa hún og Jane Pitt, sem mammans Brad Pitt, haldið góðu sambandi. Og hann langar að bjóða henni í brúðkaupið hjá sér og Justin Theroux. Sóli Hólm, hvað finnst þér þetta? Ég held að þessi rosalega margir sem geta pirra sig á þessu. Já, finnst þér þetta ekki sniðugt? Nei, mér finnst þetta ekki sniðugt. Nei. Í fyrsta lagi Justin Theroux. Að vera með fyrrverandi tengdamömmu með brúðkaupinu sín, þú veist, af hverju bara get over it, þetta búið, þá, þú veist. Þetta frábær punktur hér. Já, tengdaforeldrar eru bara, þeir hverfa bara með, ekki nema ég kannski börn með viðkomandi aðeila, þá missur aldrei, fer fólk aldrei úr lífinu þínu. Nei, nákvæmlega. Þú skiljið við það. En ef það ekki börn, nei, þá þetta bara búið. Þau engin börn. Nei, þau engin börn. Þú veist meina þetta að vera búið. Þetta var alveg búið, gjörsamlega. Og líka Angelina. Þú veist, að tengdamamma sé að fara í eitthvað svona. Já, þú ert að horfa þetta úr öllum áttum. Ég er á öllum áttum. Það er svona að segja, það eru margir sem geta að pirra sig á þessu, en auðvitað er best að vera ekki að pirra sig á þessu. Já, allir að vera glaðir. En já, ég persónlega, ég verði að vera sammálaðið með fyrri punktin ef ég væri að fara að gifta mig. Og ég myndi frétta það að fyrrverandi tengdamóðurinn væri að mæta. Ég var ekkert alltaf skotin í því. Nei, akkurat. Og líka þú ættir hérna konu. Þetta ykkar dagur. Já, og mamma hennar væri að fara í brúðkaup hjá, já það var ekki alveg eins mikið mál fyrir þig. Nei. Að þetta var ekki mitt, þetta ykkar dagur sko, brúðkaupið. En ef hann væri að fara, þú veist, þá myndir hugsa svona, ok, hvað hef ég ekki sem hann hefur? Akkur hann að tala við hann eiginlega? Já, en varst þú í Team Jennifer eða Team Jolie? Ég var í Team Jennifer. Já, ég líka. Alltaf. Já, ég líka. Alveg frá fyrsta degi. Já, og það verður ekkert breyst. Nei, ekki heldur hjá mér. En við óskuðum allsins besta þarna í þessu brúðkaupi, hvort sem að, já, Jane Pitt mætir eða ekki. Steikt rétt. Það verður stemming. Það verður stemming, ég get lofað eitthvað því. Frábæð skemmtiatriði þarna, ég veit það. Já. Svo það Russell Crowe, ég held að það ekki farið fram hjá neinum á Íslandi, að þessi maður að skilja. Þessa myndir, þetta búið að vera núna í öllum helstu fjölmiðlum landsins. Já. En þú spyrðum mig örgulega núna af hverju ég þó að segja frá þessu, að ég vildi fá þinn punkt á þetta. Það eru ýmsa vangaveltur sem að koma upp. Já, og það eru margir að spá í hvað að gerast hérna á Íslandi þegar Tom Cruise mætir. Skilur. Russell Crowe mætir, skilur. Hann kom líka hérna Ryan Philippe sem að þá giftur henni Reese Witherspoon. Skildi. Þetta er nefnilega, þannig að meðan maður leyfi sér að velta fyrir sig hvort að Russell Crowe hafi verið að... Þú varst búinn að heyra einhverjar sláandi sögur á honum, ekki? Nei, ég veit að maður veit aldrei hverju maður á að trúa. Og ég ætla ekki að fara að taka sjens á því að fá $1 million lawsuit af mig. Nei. En auðvitað fara af stað sögur um eitthvað. Hann hafi verið með eitthvað panikrum hérna sem var bara fullt af skvísum. Já, maður heyri þetta. Já, þetta heyrir. Það er ekki víst að hann hafi verið að gera neitt með þeim. Hann var með partí í gangi. Já, bara partí. En þetta það er eitthvað skrítið við þetta. Þessar Hollywood-stjörnur skulle vera að koma inn til landsins og svo alltaf þeir eru farnir, þá er það að skilja. Þetta er eitthvað sem íslenska stúlkur er að taka til sín. Látið þessa menn í friði. Já, ef þetta er það. Við skulum ekki fara að dæma íslenskaði fólksstæðar. Og líka ekki Russell Crowe, ég minna að þú veist, hann er góð tónlistarmaður. Já, frábær tónlistarmaður og stórkostlegur leikari. Og alvöru Íslandsvinur, við erum að gefa honum það. Algjörlega, ég meina, hann var miklu skemmtilega alltaf þegar Kellingi var farinn. Hann var hann alltaf svona, I need a venue for my concert. Og þú var svona að leita einhverjum stað til til að gera eitthvað. Hann mætti ekkert bara og fekk sér bæjarins bestu, sko. Hann var bara með tónleika fyrir fólkið og... Já, var að detta hrikalega í Mjölni og eitthvað svona. Já, topp eintak. Og ósku við honum og Daniel Spencer, konu hans, bara allsins besta. Já, hún var eftir að jafna sig. Þau voru saman í 9 ár og... Þú voru bara að hætta saman í middeltíðinni hvort þið er. Já, það er ekkert að kenna Íslandu um þetta. Nei, þetta var að brauðfótum. Svo er hann líka sem að hann er að fara að leika hér nýtt hlutverk sem hann þarf að fita sig fyrir. Mér finnst það heldur áhugavert. Og ég fór að mynda að spá í, ef að ég væri leikari, Hollywood-leikari, þá væri það sennilega léttasta sem ég myndi gera að fita mig fyrir hlutverk. Ekkert mál. Maður væri ekki lengi að henda á sig 10 kílóum. Nei, það er sko, ég reynda stundum eins og ég sé að fita mig fyrir hlutverk, bara hvernig ég lifi. Því ég er öfgamaður, þú veist,
þú ert örugglega svipaður ég, tekur þú ekki svona matarköst, það sem bara úðar í þig? Já, og ég elska það. Já, akkurat. Til dæmis eins og núna, ég var að éta á hann ristabrauð. Já, ég líka. Já, og hleðslu. Ef ég er að fita með hlutverk, ég færi mjög létt með að dæli með 3 amerískum kleinurhengjum núna. Já. Og með ískaldri mjólk. Já. Ég væri illa til það. Ekki segja þetta. Við getum eins og óska þess að biðja minn pizza í kvöld. Já, bara óska þess bara. Þá myndi ég bara fá mig pizzu svona 6:30. Ég myndi negli með kleinurhengjum núna, fara létt með það með ískaldri mjólk. Svo kem ég heim og eftir, strax eftir þátt, myndi panta með pizzu, hjóleinni 12 í mig, svo myndi ég fá mig bara 1 burger 11. Já, vá. Veistu af hverju? Af því ég geta. Og má. Þú getur átt að gera það. Já. Spáði því að vera bara að horfa á sjónvarpið heima og bara ég ætla að fá mér 1 burger líka. Já, og það enginn sem segir neitt. Það er einhver leikstjórinn sem segir flott þér, nærðu að vera feitur fyrr. Já, og það líka, svo færðu, ef þú ert Hollywood-stjarna, svo færðu bara eitthvað svona engaþjálfara og bara kokk með þér til að taka þetta þér. Já, akkurat. Borða bara eitthvað brún hrísgrón í nokkra mánuði og það farið. Nákvæmlega, og svo er það síðasta slúðrið í dag, en það er af henni Miley Cyrus, þetta er eiginlega sísta slúðrið. Já, en hún er líka óáhugaverður karakter. Já, finnst þér? Já, hún er með leikaranum Liam Hemsworth sem hver er það? Hann sló í gegn þetta í myndinni, hann er að leika í The Hunger Games ok. og er í henni og er að leika núna í framhaldsmynd þar af The Hunger Games, það er mynd nr. 2. Er það strákur sem fór með henni í bardagann? Já. Ok, hann er fín. Hann er fín, sko. En hann frétti að hún hefði farið á spítala í gegnum internetið og fekk eitthvað þvílíkt sjokk. Hann er ekki í Bandaríkjunum, hann er að leika í þessari bíómynd. Hringdi á fullu í Miley Cyrus en þá var þetta mjög vægt. Hún þurfti bara að kíkja á heimilislæknin og út af einhverju smá óðnæmi. En fjölmiðlar í Bandaríkjunum voru búin að blása þetta upp að hún var í einhverja lífshættu. Svona bara sé fæðingablett sem var einhvern veginn nýr og allt fara á stað. Svona þetta, ég átti ekki enda á þessu slúri, þetta var ömurlegt. Þetta var glatað. En þetta var fínt pakki samt, fínt pakki. Áttu eitthvað slúður af Íslendingum áður við förum í næsta lag? Nei, ekkert slúður, það er bara alltaf gaman að maður fylgist með Sveini Andra náttúrulega. Já, hann var að fá sér tattoo. Flott til honum og glæsilegt tattoo á handlegginn. Já. Skilaði flott. Frábært. Já. Var eitthvað fleira? Nei. Ekkert nema að við séum með eitthvað meira með Russell Crowe, sko. Já, sleppu því bara. Það var slúðurpakki dagsins, fáum hér diktafóninn, íslenskt, já takk. Svo verður bara eitthvað gott að eftir. Já, Gylfi Sigurðsson, rétt á mættur. Nammi namm, nýr og gómsætur matseðill. Namm namm, enn 1 ártónsaða. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagasmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bílinn að utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Tilboðið gildir til 7. október. Stöð 2 vilt snillt. FM 95 blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Þið að hlusta hér á FM 95 blö, Öddi og Sóli með ykkur þennan mánudaginn. Sóli situr hér í fjarveru Björns Braga sem er ennþá í smá fríi. Og já, við grátum það ekkert. Sóli, skemmtilegu drengur. Já, auðvitegnir og losnaði Björn. Nei. Þú ert frábær, Sóli. Já, þakkaði fyrir, sömuleiðis. Gaman að vera með þér hérna. Það styttist í að knattspyrnukappinn Gylfi Sigurðsson kíkja heimsókn til okkar og þar sem hann kemur nú eftir skammastund og þá var ég að spá að fara bara núna í sturlaða staðreyndir. Já, mér er sturlað. Af því ég fer oftast í sturlaða staðreyndir hálf, en hann er að detta inn þá. Já, akkurat. Við ferum ekki með það þegar hann er hérna. Nei, á ég ekki að henda bara í smá konfekt fyrir þig? Jú, endilega, ég er til í það. Næstu til í sturlaða staðreyndir? Heimatilbúið konfekt, hvað er með það? Ég er með skemmtilega staðreyndir með sig í dag. Já, ok. Eins og alltaf. Ekki að það hafi verið leiðilega að ringa til. Nei, ég held að ég verið með þér. Takk. Það var það fyrsta sem að mér fannst ógeðsleg, en blóðsugur eru með 32 heila og 3 munni sem eru allir með yfir 100 tönnum í. Og íbarasta. Já. Er það ekki litla pöttur eitthvað? Jó, viðbjóðum þar. Ógeðslegt. Þetta eru eiginlega pingu litla tennur og litlir heilar, en samt 32 heilar. En sko, þú veist að blóðsugur geta gert gagn. Já. Það geta tekið sýkingar úr og eitthvað svoleiðis. Já, ég veit það. Við erum að heyra einhvers staðar. Það eru samt ógeðslegar. Já, líka með það eru 3 munnir á þessu og þetta er viðbjóður. Ógeðslegt. Já, svo er það næsta. Konur sofa hjá 4 mönnum að meðaltali yfir ævina, en karlmenn sofa hins vegar hjá 7 konum að meðaltali yfir ævina. Þetta er mjög lágt, finnst mér. Já. Ég held að þetta er alltaf því konur ljúga. Þannig að þetta nú fólinn upp í sólanum. Jú, þetta er þetta lágt, maður.
Mér finnst þetta ekkert smá lágt. Ég er búið að deila með 10 þarna. Nei. En allavega er ekki konur, þær alltaf að ljúga það ekki. Deila þær ekki alltaf í svona 5-6 þegar segja hvað er búin að vera mörgum. Já, og strákar ljúga það ekki. Þeir margfalda, sko. Þeir margfalda í hináttina, já. Þannig að, já. Þetta er alveg, þannig að það er raun, sko, 1, við erum ekki náttúrulega hjá köllum, en 20 hjá konum. Það er búin að deila með 5. En samt sko, já, 7 og 4 yfir ævina, ekki það, ætla ekki að fara út í þínar tölur eða mínar, en þetta, ég er samt alveg sammálaður, mér að aldrei þetta væri nú nokkur í viðbót kannski. Ekki? Já, segjum við þá. Svo er það næsta, 1 af hverjum 5 miljón karlmanna fæðist án titlings, eða tippi. Sturlu staðreynd. Þetta er resandi og, já. Og hvað er það gert? Ég veit ekki, það stóð ekki sko, en hvernig vita þessi karlmaður? Vorkinu svona mörgum, það er bara ekkert. Er pungur þá það? Já, örugglega. Ég veit ekki, þetta stóð bara. Já, þetta er glata hann. Já. Pant ekki. Nei, maður er feginn hann. Þú erum svo lánsamir að vera með sikvað. Dröngulinn hann. Já, sem betur fer. Svo er það næsta, konum finnst skemmtilegast að heyra hrós varir sínar af öllum hrósum. Bullshit. Þetta fannst mér eitthvað pínsteikt. Það hljóta að vera brjóstinn. Er það? Frekar en augun? Já, augun eða brjóstinn. Já, eða rassinn. Já, það er rassinn. Það er ekki varirnar, ég meina, þú veist. Það fyrir samt, sko, konur eru í miklu mæli samt núna byrjar að sprauta í varirnar sig. Það er ógeðslega ljótt. Ég hef aldrei séð það vel hefnað. Nei. Þarna verð ég að vera sammála. Ég hef aldrei séð bara, wow, þetta er ekkert smá flott maður. Allt annað að sjá hana með þessu stóra væri með. Allt annað. Það er alltaf ógeðslegt. Alltaf ógeðslegt. Sleppu þessu stelpur. Og í flestum tilfella þá bara endar eins og önd. Já, bara láta vaði í tútunar frekar. Að þú verður að fara í eitthvað. Að þú verður að setja nokkra millilítrir í tútunar. Já, ekki varirnar. Minnst það ekki flott. En maður kannski prófar þetta næst þegar maður hittir eitthvað kann mann mikið óbærslega með fallega varir. Já, testa þetta, þá getur þú fundið ykkur á konu sem að skal prófa þetta með þér. Svo er það næsta. Það þyrfti 1200.000 moskítoflugur á líkamæðin til að klára allt blóðið þitt í einu. 1200.000? Já, 1,2 bara miljón flugur. Já, þú ætti nú að vera mjög óheppinn að þú endir í því. Já, þú ert að ferðast á einhverju kolvittlunsu stað. Já, algjörlega. Með mjög lélegan fararstjóra. Já. Þannig að þú ert ekki hættu. Nei, ég er ekki hættu um þetta, þannig að ein gerir það bara ekkert. Nei. Bara ekki náttúrulega sérst með eitthvað hræðild ónæmi. Já, svo er það hér næsta sem að mér persónulega fannst. Það er kannski bara minn barnalegi húmor. En íkornar stundar sjálfsfróun. Ertu ekki búin að koma með nokkuð svona stöðarindir sjálfsfróun dýra? Ná, það er ekki fuglar, ég held að ég hef fengið fuglar að daginn. Jó, sumir fuglar, en ekki allir. Þetta er eitthvað lítið að það með íkornarna. Já, þetta kemur mér ekki mikið óvart. Nei, en ég sé að þau sér hvernig þeir hreyfa sig, þeir eru mjög létt með að bara riðlast á einhverju tré og klára, ég sé líka mjög fljótir að því. Já, ég hugsa að íkornin sé ekki lengi. Nei, þeir hámarka sig og glá svona. Nú vil ég ekki, án þess að hljóma eins og eitthvað dýrapervert hérna, sem ég er alls ekki, þá held ég að getur nú verið svolítið fyndið og krútlegt að sjá einn íkorna vera. Já, ég meina það mér finnst fyndið þegar ég keyri þjóðveginn og sé hest vera að gamna sér. Mér finnst það fyndið, ég er ekkert pervert fyrir því. Mér finnst það bara fyndið. Já, nákvæmlega. Þú veist, það er pervert, þá vekur þetta upp allt annað tilfinningar heldur en hlátur. Já, þetta er eitthvað svona sem maður myndi bara herra, hvað er íkornin að gera? Mér sýnist þannig bara að vera, já, alveg rétt, ég var búin að heyra þetta í Sturlunum staðarindu, þeir eru í þessu. Er það runga sér? Já, ég sagði að ég gerði það, sko. Svona næsta, mér finnst líka skemmtilega. Sony eru búin að gera ískáp sem opnast bara þegar þú brosir. Já, þannig að ef þú ert að vansæll, það er svo ógæslu, ég verður að geta. Opnast hann ekki? Opnast hann ekki, nei. Þetta er mjög gott. Já, þannig að þú þarft að sýna fram á brost. Já, að þú sér glaður út í jafnvægi. Já. Þess vegna ertu bara songur, bara sáttur, aðeins að fá mér en appelsínu með. Já, en það átti ekki að borða í vondu skapi. Nei, ég veit það. Þetta er vítarhingur offitusjúklingsins. Hann borðar að þegar hann er vansæll og hann er vansæll að þegar hann borðar. Það er rétt hér. Þannig að þetta er góð uppfinning hjá Sony. Yep. Og þetta er alveg með bara að borða og svefnin. Þú veist ekki að fara að sofa pirraður. Nei, nákvæmlega. Ekki borða reiður. Ekki borða reiður, nei. Það fer illa þegar ég borða reiður. Svo er það næsta. Dúfur kunna baksund. Skemmtilegt. Mjög gaman. Já, það er sko það sem segir okkur það að dúfur eru betri að synda en ég. Er það þá að hvíla sig, búin að taka góðan sprett á magan og bara fara á bakið aðeins og taka axlirnar aðeins og liðka þetta aðeins til. Það er góða dúfi í baksundinu. Já. Svo er það næsta, það eru 2 eftir, það eru góðar í dag. Mjög góðar. Slangrið Kiss My Ass, Kista með rassinn, byrjaði vist í kringum 1705.
Þannig að þetta ekkert eitthvað sem datt bara in the 60s, sko. Nei. Það eru bara einhver 100 ára síðan að menn byrjuðu með þetta. Vá, mér finnst eins og ass sé bara svo nýtt orð einhvern veginn. Þetta er svona svolítið 80s orð finnst mér. Já, það er saman ég hugsaði. Þetta búið að vera bara síðan 1700. Ætli hafi ekki sagt kannski kiss my behind fyrst eða eitthvað sliðis. Já, ekkert farið beint My rear end. Já, ekkert beint í kiss my hands. Getur verið. Svo er það síðasta. Sturlaða staðarinn dagsins. Þú notar aðeins 2 vöðva í andlitinu við að kissa einhvern á kinnina en alla 34 andlitsvöðvana þina í frönskum koss eða í sleik eins og við köllum þetta vist hérna á Íslandi. Þetta getur ekki staðist. Á hverju? Hérna er bara kinnin. Jú, það er enda þú opnar munni svona, já. Já, svo ertu farin í tunguna og þetta er... Já, opnar augun kannski. Já, ertu með opin augun þú ert að kissa konuna? Nei, mér finnst það hókisleitt. Já, ok. Ekki því, en þú kissir einhver aðra konu? Þegar ég kissi mömmu, þá erum opin augun. Já. Nei, en hérna, þegar ég kissi konuna mína, þá, jú, kannski ég kiss hana. Þú veist, smell á hana einum. En ef ég er í intimate sleik, þá loka ég augunum. Já. Það er bara þannig, þannig að hlustendur vita eins hvernig þetta gengur fyrir sig á mínu heimili. Já, það var stundum lokuð augun. Já, ég var lokuð augun. Já, en svona í lokina þegar við höfum oft rætt hérna í FM 95 blöð, veist, til dæmis einn af hverju, 40 eða 14, ég man ekki hvort það var, myndi drepa fyrir 3 milljónir bandaríkjadollara. Já. Hvað þyrftirðu í upphæð fyrir einn franskan með mömmuðinni? Anskotin maður. Myndirðu gera það fyrir 3 milljónir dollara? Ég get ekki svarað þessu. Það voru sturlaða staðreyndir. Það styttist hér í að knattspyrnumaðurinn Gylfi Sigurðsson komið inn í spjall til okkar. Svo erum við með fasta liðið eins og eftirhermu hotnið og fleira. Þetta er tónlistarmaðurinn Goite með lagið Somebody That I Used To Know. Hann er nú mættur til okkar, hann Gylfi Sigurðsson, en hann þurfti að stökka á klósettið. Þannig að við það þurfti að gera það. Bíðum aðeins eftir honum. Þannig að skvætta aðeins að sér, en ég ætla að minna á Twitterinn. Þið getið farið inn á Twitterinn á mér og komið með spurningar á Gylfa sem að við dælum svo á hann hérna, svona Q&A sem er mjög vinsælt í öðrum þáttum í Bandaríkjunum og fyrir ykkur sem er ekki inn á Twitter, þá erum við líka með á Facebookinu, FM 95 blöð Facebookinu. Það er bara svo leiðis. Þannig að það er að gera að dæla inn spurningum. Og @audib á Twitter, þannig að endilega að tjekki á því. Við skulum bara fá hér eitt lag áður en að hann mætir hér í stúdíóið í spjall og þetta finnst mér eitt flottasta lagi á stöðin í dag. Það er bara svo leiðis. Já, það er Rudimental, Feel the Love. Svo er það bara Gylfi í spjalli, þannig að ekki dirfast að skiptum stöð. Þetta er Rudimental hér með lagið Feel the Love á FM 957. Varstu að hlusta þetta helgina? Þetta lag? Kildur í því nokkrum og settir þetta á fóninn? Nei, en þetta er samt svona lag sem að gefur mér alveg í gírinn. Já, ekki? Jó, svei mig þá. Ef það væri svona erfið síðasti sopin, þá myndur hækkið þessu. Átakan. Það væri svona eitthvað gamalt frá þeim síðustu helgi. Akkurat. Við erum komið með góðan gest hér í stúdíóið, hann heitir Gylfi Sigurðsson og er, landsliðsmaður í fótbolta. Vertu velkominn. Blessaður. Hvað segirðu gott? Ég er mjög hress. Er það ekki? Jó, við erum alltaf feskir hérna FM, maður. Það þýðir ekkert annað. Stórkostlur sigur hjá okkur, síðasti leikur, til að hafa mikið með það. Takk hérlega, það var mjög gott. Já, og mikil spenna fyrir leiknum á morgun, ekki? Jú, það er að byggjast upp smá spenna núna, maður svona bara jafna sig eftir síðasta leik og fara alveg heim, en... Já, hvað voruð þið lengi á leiðinu heim? Við vorum í nokkra tíma. Já. Er þetta beint flug eða? Nei, ekki á KSI, það er eina millalenda allavega einu sinni. Já, það er svona stefna bara. Tvisvar ef við geta. Já, bara kíkja á nýja flugvill og svona. Já. Gamla góða stemmingin. Það er ekkert skemmtilega en fríhöfn, góð fríhöfn. Nei, segðu maður. Nei. En hvernig við vonumst náttúrulega allir mæta á völlin á morgun. Ef það er einhver tíman, tími til þess að drífa sig á völlin, þá er það þegar Íslendingar geta, bara í fyrsta sinn verið á toppnum í sínum riðli. Já, þetta er, ég held að... Eftir svona marga leiki. Já, nákvæmlega. Það gengur held ég voru nokkuð vel að selja með þannig að það var vonandi góð stemning. Fá fullan völl. Þekkirðu Svisslendingarna eitthvað? Já, ég þekki ekkert persónulega, en maður þekkir hann alltaf bara gegnum fótboltann og við spilum við á í 21-árslandsliðinu og... Er þið með gott lið eða? Já, þeir eru ágættir, ég held að þessi það er 15 á FIFA-listanum, þannig að þeir eru allt í lagi. Og við erum hvað, 80 eitthvað, 90 eitthvað? Við erum eitthvað á uppleið. Við erum aðeins að hífa okkur upp. Já. Ég hugsaði að mitt að lagið bak tók við liðinu.
Þetta var eitt skynsamasta múð sem hann gat tekið. Því að við vorum fyrir neðan þjóðir sko, sem eiga ekki fótboltavelli. Þannig að hann gat ekki farið neðar og svona mikið talent að koma upp. Hann er sniður, hann Lagerbäck. Algjörlega, hann kann að búa til legacy við megin nafn, sko. En hvernig kanntu við hann sem þjálfara? Hann er mjög fínn, hann er mjög skipulagur og hann Er hann harður eða? Nei, ekki þannig sé, hann er bara ákveðin og mikið af fundum og svona mikið organisation hjá honum. Já. Þannig að þetta er að virka ágætlega. Já, myndirðu telja hann svona í besta þjálfara sem íslenska landsliðið hefur átt? Þú er náttúrulega ekki spilað, þú ert ungur, þú er ekki spilað hjá mörgum. Nei, þetta er bara annar landsliðsþjálfaran hjá mér, en ég get alltaf dæmt um það. Nei. En þetta er svo besti sem þú hefur haft, eða hvað? Ég vil ekki vera að segja það, en það var mjög... Óli Jó hlustar ekki FM, skiptir ekki máli. Hann er ekkert að hlusta. Nei, það var mjög fíll líka. Já, Óli er enda toppnáingi. Já, hann er það. Og hann fekk nú fullt af skít fyrir eitthvað sem hann átti ekkert skilja. Ég veit það. Kallaði smiðurinn og eitthvað. Nákvæmlega, eins og hann sé smiður. Það kjaftaði það. Það. Já, en við erum búin að henda í, ég ætla bæði að taka í hraðaspurningar, Gylfi, en ég var að fara fyrst í Twitterin og Facebooki, það er búið að dælast inn spurningar, með þess að fara nokkur sem eru með þér í landsliðinu og fleirum. Þú þóri ekki að spyrja þig beint, vil láta auðvitað spyrja fyrir sig. Já, er það ekki? Já, en ég ætla að taka svona þær skemmtilegustu sem eru komnar hérna og já, fyrst hann Ómakar spyr hvort ertu meira fyrir Maradona eða Pele? Ég er Maradona maður. Ok, hver er besti leikmaður sem þú hefur spilað með? Spyr Stefán Jóhannsson. Það var alltaf að sé ekki bara Gareth Bale. Já, ágætis fótboltamaður þar á ferð. Hann kann þetta. Já, ágætis klessa hjá honum hérna hjá Vilsundaginn. Hvað setur á pítsuna hennar spyr ég? Þetta er reyndar í hraðaspurningum, en jæja. Egil Ásbjarnarsson spyr hvað setur á pítsuna hennar þegar þú ert hér á landi? En svo setur eitthvað annað þegar þú ert úti? Ég er bara í pepperoni. Bara pepp? Já. Ok. Það er svolítið með það, þú sé hvað sé. Og það ekkert að flækja þetta? Nei. Þetta sveppum á þetta neitt, svoleiðis. Þú mætti fá hvaða leikmann sem þetta er skemmtileg spurning frá Daniel. Þú mætti fá hvaða leikmann sem í Tottenham. Hvern myndir þú vilja fá í liðið? Ekki bara fá Messi yfir. Fá Messi? Já. Það er ágætis kaup. Það er mjög skrítið val. Svo er Stefán Jóhannsson hér með hver er finnastur í Tottenham og hver á flottasta bílinn? Finnastur. Er ykkur húmorastegana? Það eru nokkri. David Bentley var fyndið þegar hann er alltaf farin að lán. Já. Það er alltaf lélegasti gæði sem finnastur. Já, það er svolítið eins og vinsælasta stúlkan. Já. Þetta er eins og í Skallagrim, ég var mjög fyndinn. Já, ég meina, ég þróttar þetta með, ég ágritu þegar ég fór að klefa. Umfjölu stemming. Já. Eitthvað segja á Bentley, en hver er á svona flottasta bílum? Er eitthvað svona spaðið þarna? Aaron Lennon er á fínum Ferrari. Já. Er allir á einhverjum svona svaðakökum? Já, það eru flesti sem eiga einhverja ágæta bíla, sko. Já, hvað er kallinn á sjálfur? Ég er á Porsche og Benz. Já. Það er ágætis vörumerki. Það er ágætt. Það er sletta skýrum sem eiga. Svo spilar þú sjálfað í FIFA, spyr Árni Þórðarsson. Nei, ég ger það ekki. Ég er bara annar lið. Já, ef þú mættir velja hvaða klúbb, þetta er skemmtileg spurning, þetta var Hermanni, ef þú mættir velja hvaða klúbb sem er eftir Tottenham, hvert myndir þú fara? Í heiminum? Já. Bara Real Madrid. Já, ekki, ég heyrði eitthvað starf, þú væri United maður. Ég er það, en bara svona fyrir utan England, það var náttúrulega spennandi að spila Spáni. Já, og tækir Real frekar en Barca? Já, ég held að. Heldur þú með Real? Já. Svo spyr hér hann Bjarni. Tengist númer þitt eitthvað Eið Smára Guðjónsson þegar hann var hjá Chelsea? Það er vantilega að tala númer 22. Nei, ekki neitt. Nei. Það var bara númer sem var laust og... Lægsta númer sem var laust? Ekki alveg, en ég nefndi ekki að vera númer eitthvað 2 eða eitthvað. Nei. Ef þú mætti velja númer, hvað var það þá? 10 eða? Já, alltaf ekki. Hver er Beilar númer 10 eða? Nei, ekki Defoe. Er Beil 11 eða? Það er bara held ég. Ok. Er ekki Beil númer 11? Jú, það heldur betur, það er Bæjar númer 10, hann er búinn að borga öllum sem fengu sér hinna treyjuna. Getur þú ekki tekið hann á honum og borgað öllum aftur bara? Ég held að hann er nóg pinning sjálf, en þetta er alltaf leið. Svo er hérna Bjarni Guðmundsson, hver er þinn nánasti vinur í Tottenham-liðinu? Það eru nokkri, ég nenni ekki að vera að nefna einhvern nöfn. Einhver sem hangið meira með en öðrum? Já, það eru nokkri sem spilum golf og svona. Já. Eins og hver? Hver varstu síðast í golf með? Það eru liðstila, það er ekki svo sett eitthvað... Síðast í golf með? Það var Bale og Kyle Walker og Michael Dawson. Hver er bestur aðeins í golfi? Ég. Hvað ertu með í fórgjöf? Ég er með 11. Men hann væri atvinnumæður í því að hann væri ekki í fótbolta. Var það golfið? Bróður hann sitt besti golfar á landinu. Alfreð Finnbogason, svo marka maskín á snillingu spyr, hvernig var tilfinningin að rífa sig á undirbólinn eftir að hafa skorað sigurmarki á móti Albaníu? Það var enda fín tilfinning, en
Ég held að mér líður betur heldur en að vera með þessa frunsu á vörunni sem Alfreð er með núna. Er hann að vinna með frunsu? Já, hann er með eina stóra. Var einhver albansk sem að gafa hann á hana, eða? Ég veit það ekki alveg. Bara að kissa einhver í lobbyinu? Já, kissa einhver að bless. Ég vil ekki að fara með það. Nei, það er leðilegt, svona stóru leikur framöndan og Alfreð er bara með frunsu. Ríkalegt. Björgun spyr hérna, við tökum 2-3 viðbót, það slatti hérna inni, hvað tekur í bekk? Hvað tekur maður í bekk? Ætlum að sé ekki í 100 á eitthvað. Ó, hann hlær nú hann ekkert þetta. Ég veit ekki á hverju. Þú sást núna að lifta Jóa í gær. Ertu að henda upp 100 kíló? Já, Jói er 60 kíló, það ekki? Já. Það ekki? Hann líka flaug upp. Já. Og það varst að pumpa nokkru sinnum bara. Já, og svo er hérna, tökum í lokinn, hann spyrði hérna, Egill Guðjónsson, fékkstu tilboð frá Manchester United í sumar? Nei. Og svo er einn sem spyr líka út í Man U, vildur ekki fara til Liverpool, ég vonu það og myndir einhvern tíma að spila með United? Já, það spilaði alveg smá inni. Hann spilaði inni, segir hann, og já, frá mér komið, það var hárrétt ákvörðun í þær. Skulum fá hérna smá pink og svo er það hraðaspurningar á Gylfa Sigurðsson og smá sem meira spjall. Eftir óskala frá Gylfa. iPhone 5, er það eitthvað sem þú gætir haft áhuga á? Mér datt það í hug. Þú ferð í 1011 og kaupir Stimorol og átt á möguleika á að vinna þér inn splunkunýjan iPhone 5 síma. Einnig gefum við fullt af öðrum flottum aukavinningum frá Stimorol. Skelltu þér sem fyrst í 1011. Við drögum út vinningshafa í beinni útsendingu hjá Heiðari Austmann 5. daginn 1. nóvember. FM 957 og 1011. Það marg borgar sig. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur þú valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á dominos.is eða í síma 58-12345. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar. Milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er hárrétt hjá Jóa Dans þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Hann situr ennþá hjá okkur hérna, hann Gylfi Sigurðsson. Við erum búin að fara yfir Twitter og Facebook spurningar. Það er þetta ein spurning sem hann var ekki spurður að. Já. Það er svona persónuleg spurning, svolítið. Frá þér þá bara beint? Já, sko frá mér og Gunnari á Völlum. Já. Þegar við erum í félagi manna með sterkar beygingar í föðunafni. Þú heitir Sigurðsson. Hefur aldrei dottið til hugar að breyta í Sigurðarsson? Okkur hætti ég gera það. Það er sterk beyging, en ekki veik. Er þetta eitthvað, það er þitt val að hafa veiku beyginguna? Já, jú, það er mitt. Ok. Ok, var þetta frá Gunnar á Völlum? Já, Gunnar á Völlum. Þetta er spurning. Ég er endar vinn bara með Blöndal. Ég er aldrei með Kristjánsson. Nei, endar líka það er ekkert... Það er bara ein beyging í því, það er ekki með Kristjánar, svona eða eitthvað svoleiðis, sko. Nei, ég skilji. Ég til dæmis hitti Sólmundarsson, ekki Sólmundsson. Já, og velu það. Velu það, ég fór í hagstofu litt breyta því, sko. Já, ég skilji. Við Gunnar erum svona að vinna í að menn láti breyta þessu, en það var náttúrulega þvílíku, hann þurfti þá að gera eins og Adebayor, láta borga fyrir treyjurnar með Sigurð Arsson aftan á, þannig að... Breyta allir treyjun. Já. En ég var að spá að henda hérna í hraðaspurningar, Gylfi, hvernig lítur það? Vel. Það ekki? Þú vart að hreinsa hugan, alveg gjörsamlega, og segja að fyrsta sem þetta er gæti dottinn eitthvað hérna sem var í spurningunum áðan. Ég held að segja ekki allt of mikið. Ertu klár? Já. Ok, þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? American Gangster. Hvað kveikir í þér? Kona mín. Hver er fyndastur í landsliðinu? Ekkert. Besta liðið í ensku? Man U. Hefurðu lent í slagsmálum? Nei. Í hverju sefurðu? Nakin. Hver er bestur í Tottenham? Ég. Besti skyndibitinn? Hvað kom fyrst í hugan? Dominos. Erfiðast andstæðingurinn? Lið eða leikmaður? Leikmaður. Ballag. Uppáhaldsþættir? András. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýri eru fyrir valinu? Panda. Með hvaða liði heldur í NBA? Miami Heat. Hvað setur á pizzuna hérna? Pepperoni. Uppáhaldsmyndiðinn með Steven Seagal? Ég veit ekki. Hver svona kom fyrst í hugan? Þekkinga. Nei, þegiðu. Hefur ekki sjóðan Deadly Ground? Nico? Out for Justice? Nei, ég mista aðeins. Hvað finnst þið besta lagið á Steven Seagal disknum Songs from the Crystal Cave? Fyrsta lagi. Fallegasta kona fyrir utan maka? Jessica Alba. Hvað spil ertu bestur í? Pictionary. Með hvað liði myndur aldrei spila? Liverpool. Breiðablik eða FH? FH. Besta Bon Jovi lagi?
Skerðu mér hjartað hana. Always. Þú mættir hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Maradona. Besti fótboltamaður allra tíma? Maradona. Þá það komið. Já, þetta var glæsilegt. Já, hann komst nú bara ágætlega frá þessu. Algjörlega. Áttu erfitt með að svara besta skyndibitanum, ertu lítið í því? Nei, ég bara... Hendið skyndibita? Ég var að hugsa síðustu spurningu. Já, þú vorst að tala í mikrofóninn? Heyrðu mér? Já, það ertu komið. Ertu kveldingamættur? Já, en ferði ekkert á Nandos úti? Jú. Já, ég dýrka það. Mjög góð staðar. Já, það ferði alvöru kjúkling. Þú eru að fara á það, Sóli? Nei, ég þarf að prófa það. Þú ert að tjekka því næstur út í London. Hvernig þú ert út í England? Ertu duglegur að fara á sýningar og svona? Voðalega lítið. Það er bara bíó ef það er eitthvað þannig. Já, þetta er ekkert að fara í leikhús og... Nei, ekki hingað til. Kannski maður gera það þegar maður þroskast aðeins. Já, ég er 32 og er ekki byrjað að þroskast fyrir þannig. Hundleiðilegt. En hvernig þú ert að rölta Lundúnaborg? Ertu mikið stoppaður? Hefur verið að smetlaði myndum og... Nei, það kemur alveg fyrir að maður hittir eitthvað tóttunum aðdáðanda. Já, en ekkert, þú getur alveg lappað og reittur út í búð og svona. Já, það er alltaf lag, sko. Já, en hvað, hefur einhverja tilfinningar ennþá til Swansea? Fylgjastu með þeim? Já, ég fylgist alveg ennþá með úrslitunum hjá þeim og tala mikið við strákana sem eru þar. Já, hver er svona besti leikmaður sem varst með þar? Joe Allen held ég. Já. Leon Britton, þeir voru svona... Svona komið til Liverpool. Já. Varstu svo ég spyrji bara, varstu tæpur á að fara til Liverpool? Var það aldrei að fara að gerast? Það var alveg að stóla til búða en það kannski komst ekkert jafn langt og til dæmis Tottenham. Nei. Það hefði verið mjög gaman fyrir mig. Já, Sóli er harður Ég er bólari. Liverpool-maður og mjög gaman að heyra að segja að þú myndir aldrei spila með þér. Ég ger aldrei núna. Nei, það byrjaði að púa á hann. Já. Var það ekki í sumar? Varst að taka eitthvað hotn á móti þeim og bara púa þig? Jú, bara allan leikinn. Það er mjög mikið að geðsjúklingum sem halda með Liverpool. Já, ég held að það tengist nú bara öllum fótboltaliðum. Já. Bara til með pappi minn, hann kann ekki að hafa sér stundu þegar að kemur á United þannig. Nei, akkurat. En topp maður einhvað að síður. Já, nema er hann fæsir nokkra kalda. Já, var hann ennþá betri. Þannig Óla mjög upp. Nei, herði, Gylfi, virkilega gaman að fá þig inn í spjall. Og við bara ósku allsins besta, bæði í ensku knattspyrnunni og með landsliðinu á morgun. Hvernig spáir í leiknum, Ísland og Sviss? 2-1 sigri. Jú, fíla ég. Ætlar að klína honum sjálfur eða? Já, verður maður að gera Jú, ég held. Aðeins að klára þetta. Og rífa svo úr ofan og fara í bann. Já. 2 gull spjöld, herri, takk aðeins þegar þú komna. Takk hérlega. Endum þetta hér á einu af hans uppáhaldslögum. Þetta er Paris með Jay-Z. What's Gucci, my nigga? What's Louis, my killer? What's drugs, my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. Kanye West hér með lagið Paris. Við þökkum Gylfa aftur í kjallaði fyrir komuna. Hann stóð sem bara nokkuð vel, strákurinn. Já, mjög vel. Mjög vel afslappaður og góður eins og hann aldrei gert annað. Já, mikill stuðpinni. Já, hann hefur sennilega talað við stærri nöfnum okkur út í hinnum stóra heimi. Segðu. Tveir vitlýsingar á Íslandi ættu nú ekki að stressa hann. Nei. En það sem við ætlum að gera að fara í núna er nýr liður hérna hjá okkur Sóla sem heitir Gleðifréttir. Og við ætlum að prófa þetta. Við ætlum að prófa þetta, það sakar ekki að reyna. Við höfum prófað ýmislegt. Segðu. Og sumt er gott, sumt virkar og annað ekki. En það sem við ætlum að tekka á núna er, við vorum að lesa það fyrir morgun við Sóli að 90% af öllum fréttaflutningi er neikvæður fréttaflutningur. Já, var ekki 97? Jó, 97%. Já. Og það er ekkert smára, en það er það sem selur og það er þegar einhver leiðindi í gangi. Já. Þannig að við ákváðum að henda bara hérna í nýjan lið sem við köllum Gleðifréttir. Og svona aðtöða hvort að þær séu ekki jafn skemmtilegar ef að ég myndi fjalla fréttir og þær væru bara alla góðar. Erstu tilbúin í þetta, Sóli? Já. Herru, við skulum fá Gleðifréttir dagsins. Tekum á þessu. Komið sæl og velkomin í Gleðifréttir. Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mig situr hann Sóli Hólm. Yfir til þín. Takk fyrir Auðun. Hjónin Geir Árnason og Guðrún Hulda Sveinsdóttir eignuðu son á fæðingadeild Landspítalans í morgun. Móður og barni heilsast vel. Gleðifréttastofan náði tali af nýbökuðum föður. Já, ég á að vera með Geir Árnason á línunni. Ertu þarna? Já, blessaður. Blessaður og til hamingju með krakkan. Takk fyrir það maður, maður er alveg í skíunum bara á bleiku skíi. Já, er þetta ekki gaman? Jú, þetta er dásanlegt, gekk allt rosalega vel og hún setið enga teyfingu eða neitt,
hún var ekki nema við vorum komin upp á deild klukkan 8 og drengurinn var fæddur klukkan 9 sko, en þetta var bara alveg eins og í sögu. Æðislegt, og þetta ykkar fyrsta barn? Fyrsta barn og bara dásamlegt. Þetta hamingja. Já, bara frábært og eins og ég segi, þetta hefði ekki getað gengið betur. Og orðin pabbi? Orðin pabbi maður, þetta hafðist. Þetta hafðist, ég hjartanlega til hamingju og hafið það rosalega gott. Þú kissir hana Guðrúni frá okkur. Ég gera það, takk fyrir. Til hamingju. Takk. Sigrún Ólafsdóttir segir farið sína sléttar af viðskiptum við Argentínu. Hún pantaði borð með 2 vikna fyrirvara og stóðust öll loforð sem henni voru gefin. Maturinn góður og biðin eftir matnum nánast engin. Þá var viðmót starfsfólks upp á 10. Sigrún segist þess fullviss að hún muni fara aftur á Argentínu, Sóli. Já, hún fær góða steik þar, það er nokkuð ljóst. En Hallur Jónsson öryrki nær endum saman hver mánaðamót. Í lok hvers mánaðar á hann alltaf afgang af örorkubótunum og getur því leyft sér ýmislegt. Hallur gaf sér tíma til að ræða því gleðifréttir. Já, þakka fyrir það, Sóli. Ég á einmitt að vera með hann Hall Jónsson öryrkja hér á línunni. Hallur, ertu þarna? Já, blessaður. Nei, blessaður. Þú ert hress. Núna ég bara út á velli og rétt náðu mér. Nú, hvert kallinn að fara? Ég er að fara er að fljúga núna út bara til London. Já. Og þess að fara að leik með Chelsea bara næstu helgi. Nú á að taka bara alla vikuna? Já, ég bara sá þetta auglýst og gætt fengið helviti fínt 5-stjörnu hótel og bara skella mér á það maður. Já, þeir sletta skýrunni sem eiga það? Já, ég kvart ekki maður. Það er sko, líf mitt er alveg frábært og þetta er að sjá úlpuna sem ég er í núna maður. Nú, hvaða úlpa? Ég er að kaupa með splungun í 66 gráða norður 80 skall. Það er bara þannig maður. Skalltreitana. Já, glæsilegt, þannig að þú hefur það gott. Ég hef það frábært maður og ég kvart ekki. Ég segi nú bara skemmt þér við leiknum. Ekki spurning, og ef vantar einhvern nöyr, þá get ég hent inn á þig. Glæsilegt, þetta er gaman að heyra, Hallur, og það er virkilega gaman að heyra að þú hafið það gott og ert að skemmta þér. Já, takk fyrir það. Takk fyrir, vinnur. Blessaður. Og þá er það íþróttafréttir, en íslenska landsliðið var víst til fyrirmyndar í flugi sínu frá Albaníu til Íslands. Menn hlustuðu á tónlist og horfðu á bíómyndir á leiðinni og höfðu flugfreyjur Icelandair orð á því að þær hefðu sjaldan eða aldrei verið með að prúða farþega borð í sinni vél. Áfram Ísland, segi ég nú bara. Já, ég tek undir það heilsugar Blöndal. Og það vil nú svo skemmtilega til að ég er einmitt með eina flugfreyjunu eða flugþjón hér á línunni. Hann heitir Haraldur, ertu það maður? Já. Já, hvað segirðu? Var þetta bara stórkostlegt flug og strákarnir til sóma? Veistu það, að maður vissi ekki af þeim. Æði. Þeir voru bara með mannukvæmt iPod í eyrunum eða með iPad og horfa á bíómyndir. Og þeir bara voru algjörlega sjálfum til nægir, voru ekki að kvarti við neinu, þeir voru bara dásamlegir. Gaman að heyra maður. Og æðislega vera með þeim, en eina sem truflaði mig, það er bara hversu rosalegt hönsk Emil Hallfreðsson er. Já, þetta er allt fólar, þetta verið gaman. Hann er æðislegur. Já, þannig að þeir voru allir... Ótrúlega auðvölugur. Og allir frábærir bara. Þeir voru bara dásamlegir. Æ, gaman að heyra maður. Og þú veist, Rúrik Gíslason, ótrúlega almennilegur. Gaman að heyra maður. Þetta var bara frábært og það er svo gaman að þeir taka sér ekkert hátilega. Nei, þeir voru bara svo hver annar. Þetta var bara eina sem maður skildi þá frá hinnum, bara þeir voru í bláum íþróttakvölum. Tjóðlega gaman að heyra þetta maður. Þetta var bara æðislegt, ég vona bara að ég komi aftur og fljúga með mér. Ég vona líka, Haraldur, takk kjalla fyrir þetta. Já, takk fyrir. Ok, bye. Bye. Hér á FM 957, þetta voru krakkandi of Monsters and Men. Allir búin að fá gleðifréttina sína í dag og já, væri ekki bara ágætt ef að allur fréttaflutningu væri svona Sólnemi? Jú, ég held að við þurfum nú kannski að flytja gleðifréttir af Monsters and Men einhvern tímann. Nei, það er enda svona, sko, of Monsters and Men, Páll Óskar og núna Ásgeir þarna tröstinni og Gylfi sem var nú hérna hjá okkur á hann. Þetta er svona fólk sem er ekki að fá skít í fjölmiðlum. Hvergi? Nei. eins og Páll eins og talharum daginn og Páll Óskar, var eitthvað frétt hann á diva.is. Það hraunar enginn yfir hann. Nei, það er einu maðurinn í heiminum sem ekki gert grín eða fréttið hann á diva.is. Já, og ef hann er að rakka einhvern niður, þá er þetta bara ánægð með það. Sammála Palli, flottur. Vel mælt Palli. Vel mælt Palli. En við ætlum að keppa hér á eftir við Sóli í úrslita karaoke keppnin okkar. Við föttum það að meðan að Pétur Jóhann Sigfússon var staddur á Flórida, þá var Sóli með mér, með miðvikudagsprogrammi með mér. Já. Við kepptum tvisvar í karaoke og ég vann einu sinni og þú einu sinni. Já. Og við þurfum eiginlega svona að fá bara botnin í þetta og ætlum að halda hér úrslita keppni á eftir. En okkur vantar náttúrulega lög, þannig að nú erum að gera að syngja í 511-0957. Þið þekki númerið? Já, 511-0957 ef að þið eru með einhverja góða hugmynda lægi, en svo líka getur alveg verið pæling, Sóli, af því að þetta er svona úrslita kvöldi, úrslita keppnin.
hvort að, já, við veljum bara lögin sjálfur. Já, skulum sjá hvað tillögur koma. Kannski koma hugmyndir. Já, sjá hvað hlustendur segja, tekum það. Það ekki. FM 95 blöð. Halló, glóðvalla línur. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir gott? Það eru bara Felgur. Það ekki, hvað væri þú til að heyra í karaokeinu? Mér langar alveg vangið að heyra hérna Sweet Home Alabama. Ég er búin að byggja þetta núna 2-3 helgar í röð, sko. Sweet Home Alabama? Já. Ég heyri börnan á bakvið. Það er einhvað frétta eða? Eru þau hrifin að þessu lagi? Já, þetta er eiginlega frá okkur hérna Felgunum hérna. Okkur langar svolítið að heyra þetta. Það er glæsilegt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Við sjáum, tökum hérna svona 5 lög. Já, hvað væri þú til að heyra, kæri hlustandi? Save Tonight með Eagle Eye Cherry. Já, Save Tonight, find a break of dawn. Já, það er snildalag. Já, gott lag. Það eru takk hérlega. Takk. Við fá hér, fáum 5 lög til að veljúr. Já. FM 95 lög, hvað verður þú til að heyra? Jú, góðan daginn. Herru, ég er með góða hugmynd fyrir ykkur. Já. Það er Cotton Eye Joe með Rednecks. Cotton Eye Joe. Já. Ég var í flottir í því, maður. Já, heldur betur. Cotton Eye Joe, það er enda, já, er þetta ekki hérna? Cotton Eye Joe, I've been very long. Það eru glæsilegt. Þetta er svolítið country núna. Já. Herru, við skoðum þetta, takk hérlega. Já, takk. Fáum, já, Töfi viðbót, hvað verður þú til að heyra, kæri hlustandi? Snjógott falla með Latta. Verður að vera íslensk. Verður að vera íslensk? Já, við erum með bandaríska karaoke-græðu hérna. Er það bara Latti sem heillar? Já, herru, byrju hérna eitthvað jólalag, bara helst. Eitthvað jólalag? Kallinn komið í jólafíling? Já, þetta. Varst í IKEA eða? Já. Eitthvað gott jólalag. Eitthvað gott jólalag? Finnum eitthvað gott jólalag. Ok, bæ. Fáum hérna síðasta. Hvað verður þú til að heyra, kæri hlustandi? Ég veit til að bara, Baby með Justin Bieber. Baby með Justin Bieber. Það er reyndar alltaf verið að biðja einhver Bieber-lög. Gæti verið að annar okkar þyrfti að hjóla í Justin Bieber. Þá er ég að segja, syngja lag eftir hann. Já, þið verið að taka það. Já, það eru glæsilegt. Takk fyrir að hringja. Já, ekki mál. Ok, bye. Þá eru komin 5 lög og svo er aldrei að vita nema menn fái, við skulum skoða þetta. Þetta er náttúrulega úrslitakeppnin. Þetta er úrslitakeppnin, þannig að okkur er frjálst að velja. Þú varst nú að tala eitthvað um Celine Dion og eitthvað um daginn. Já, ég hef búin að hóta henni hérna daginn, já. Já, það er aldrei að vita nema Hjóli Klein Dæn hérna, Sóli Holm, en við ætlum að fá hér örstutt skilaboð og svo mætum við hér með karaokeið og já, við erum líka með eftirhermuna. Shaggy er að fara að panta sér pítsu í London, ekki missa því. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bíli. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 5. daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OBR. Dekkjahöllin býður þér mikið úr að gæða dekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Það er opið allan sólarhringinn hjá Dominos í Skeifunni. 24 klukkustundir, 1440 mínútur eða 86.400 sekúndur. Dominos. Kjóstu frumvarp að nýrri stjórnarskrá 20. október. Nýttu kosningarétt þinn. Hann skiptir máli. Þú skiptir máli. Sans.is. FM 95 blöð. Á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér á FM 95 blöð, á FM 957 og sólin er ykkur til 6 í dag og það er komin að eftirhermuhorninu okkar. Eftirhermuhornið, fastu liður á mánudögum. Já, við erum búin að vera með það. Við erum búin að vera með Pál Óskar að hringi í fatarhinsun og Herbert Guðmundsson að reyna að selja lögin sín. Já, hann er búin að gera það tvisvar. Já, en já, Sóli, hann á ekki bara íslenskar eftirhermur því að það er ein sem er hann ekki bandarísku eða hvað hann er Shaggy? Jamaica. Já, hann er frá Jamaica. Alveg. Já, það er málið. En þegar þú ert að taka hann, þá ertu alltaf að syngja þig. Jú, ég syng bara sem Shaggy. Já. Af því hann talar alltaf öðru sig, þú veist. Hann er, þú veist, hérna eins og hérna Honey came in as he got me red-handed. Það er hann að tala í byrjun og það er svona You later catch you.
hann talar einhvern veginn svona, sko. En svo, það skiptir ekki máli, ég tala bara eins og hann syngur. Ok, glæsilegt. Það sem við ætlum að gera að ég ætla að hringja hérna til London og Shaggy að fara að panta sér pítsu og þarf að panta sjálfur af því að aðstoðarmanninn hann klúðraði alltaf. Prófum þetta. Og við erum að renna blind í sjónu, við veitum ekki hvað kemur út úr þessu. Nei, og það líka hérna, sko, þetta nú bara pítsustæðar sem ég þarf að prófa í London því hann heitir Perfect Pizza. Jú, ok, hann til þá? Já. Hann þar? Já, mér finnst eiginlega bara allar pizza fullkomnar ef ég var hreinskilinn. Já, ég reyndar pizza þarf að vera virkilega ógeðsleg ef mér finnst vond. Hún þarf að vera mygluð. Já. Nei, þetta númer ekki rétt valið, þannig að þá þurfum við að hringja á annan stað sem heitir Pizza Hut. Já, ekki það nú vera maður. Nei, það ekki Pizza Hut. Nei, Pizza Hut. Er það ekki smá þjófnaður þar, eða? Jú, þetta sannlega mjög líklega ekki lögulegt. Sérstaklega með pönnupítsur. Hello, Pizza Hut. Hello, this is Shaggy. Sorry? I need my pizza to my hotel room. Hello? I need my pizza to my hotel room. You want to order a delivery or you want to already I wanted to deliver it to my hotel. You have to knock on my door, say pum, 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 and bring me my pizza. Can you do that? Sorry? Can you bring me my pizza to my hotel room? Knock on my door and say pum, 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 and bring me my pizza to my villa. Can you do that? Sorry, I'm not understanding. Let me back. Oh, because I always order my assistant orders. Just hold on for a minute. Nana, again, bye. Hello, Pizza Hut fried chicken. Hello, I need you to bring me a pizza to my villa. Can you bring me a pizza? My name is Shaggy, and I'm here on I'm working on music, and my assistant usually order for me, but now I have to call because he always screws up my order. When you place the order? I need you to bring me a pizza to my villa. Just knock on my door, boom, 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 and I'll come to the door with the money to pay for my pizza. No, when you place the order. I'm placing it now. Okay, so what's your telephone number? I don't know. I'm calling from a hotel. Can you bring me the pizza? I need you to take me to my pizza because my Julie is by my side and she needs it. Number, then I'm able to do something. I'm on my hotel. I'm calling from my mobile phone because I'm living in the United States, but I'm working on my music here with my lady. Okay, I will suggest you just go on the Just Eat website. There is a website, justeat.com. No, I need you to bring me my pizza. Just knock on my door, pum, 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 and I will come to the door with my money and pay for my pizza, pepperoni and anchovies. Can you do that? Hotel? No, without I'm staying on the Hilton Hotel. Yeah? Can you bring me my pizza? Bring me my pizza. Þetta skam vesinni, sko. Það bara að hringja til útlanda. Já, ég veit, það var að gefa upp heimilisfang og símanúmer eitthvað svona. Hvað er málið? Já, maður þarf alltaf að gefa upp síman. Já. Ég fer endur oftast í erlendis og fyrir að sækja þér. Já, er það? Já, ég var mitt. Við náttúrulega ætlum ekki að fá pítsu hvort þið er. Nei, þetta var bara Shaggy að panta pítsu. Ég hafði allavega virkilega gaman þessu. Þetta var bara ekkert svo ólíkt honum. Nei, ég ætla rétt að vona það. Ég fær borga fyrir hermitur honum. Hér með Tupac og Elton John, Ghetto Gospel. Það er hins vegar Ghetto Gospelið maður. Ghetto Gospel. Ég er alltaf fílað þetta lag. Það er mjög flott. Já. Tekja hana með það? Jú, ríkalega. Mér finnst þú ekki dilla mikið við þetta? Nei, ég einhvern veginn glimti. Ég höfðu þið svolítið við karaokeið. Já, við karaokeið. Já, það eru úrslitinn maður. Við höfum keppt tvissar, þú eru einu sinni, ég einu sinni og við ætlum bara að, fara í the finals hérna. Já. Það er ekkert flóknara. Það er bara núna. Já. Ertu samt mikill dansari, Sóli? Þegar þú kíkir út á lífið og svo? Ég er sko, vinur minn segir að ég sé taktlausasti maður sem hann þekkir. Ok. En reynur þú? Já, ég reyni. Bara ég maður leggur kannski ekki svo mikið upp við dansi í dag á maður gerði. Þegar ég var lítill, svo diskotekum í langskóla, þá var ég alveg mjög metnaðarfull dansari. Mjög metnaðarfull. Metnaðurinn farinn en þú hendir alveg nokkuð spór. Ég hendi nokkuð spór, já. Ég gera það nú. Glæsilegt, ég ránaði með þig. Það er hins vegar komið að karaokeinu. Við erum alltaf í karaoke á miðvikutum, nema það við föttum við Sóli að við höfum keppt tvisvar, unnið sikkort og ætlum bara að fá úrslitin í þetta. Algjörlega. Það er kaldastriðið ennþá í gangi, það þarf að klára það. Já, og þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Við syngjum hér báðir 1,5 mínútu úr laginu og svo hringið þið 511-0957 og sá sem ykkur fannst syngja betur fær, vonandi ykkar atkvæði. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Hvor byrjaði síðast? Ég byrjaði síðast. Ok, og ég byrja í dag þá. Er ekki bara? Já, það er alltaf verið að byrja Justin Bieber lög hérna í karaokeunni hjá okkur og það hefur einu sinni við tekið Justin Bieber lag og ég
Sko, bara as a people's person, þá ætlum ég bara að gera það fyrir hlustendur. Bara fyrir hlustendur, já. Það getur nú hjálpaði með þér. Að hjóla hérna í eitt Justin Bieber-lag. Og ég sá á Twitter að, það var einhver annar sem vildi meina að ég get ekki sungið As Long As You Love Me með Justin Bieber. En ég ætla að láta reyna á það. Þetta er heitasta lagi hans á þessari stöð í dag. Það verður að augra þér að núti. Já, og ég er nú búinn að vinna núna á þessari útvarpsstöð í tæpt ár. Já. Þannig að þetta lag er spilað reglulega og ætti ég þá að á svona að kunna þetta held ég. Gott að kunna öll lögin í það. Já, það er samt mörg lög sem kann betur. Þú ætlar hins vegar að ráðast á garðina sem hann er lagstur. Já, ég ætla að taka Celine Dion. Ég er búinn að vera að hóta því lengi og ég ætla bara að gera það. Ok, ég á vist að byrja því að Sóli byrjaði síðast. Ertu klár í þetta, Sóli? Já, kemur hérna 1,5 mínúta frá mér. Ready? Jep. Þá byrja þetta. As long as you love me, as long as you love me, we're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit it. Keep it together. Smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know, girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love me, long as you love me. I'll be your shoulder, fighting every second of the day for your dream girls. I'll be your hover. Komið vel yfir 1,5. Vá, þetta var... Þú greinilega ætlar að vinna þetta núna. Nei, ég maður, kóngsveitur hérna. Nei, ég veit að það er bara svo gaman að sjá með því að þú verður alveg, sko, þetta væri gott sjónvarpsefni líka því þú verður rauður í framann. Já, ég sko. Og glansar alveg ennið á þér. Ég get ekki tekið, ég geti bara með eitt lag ef ég myndi halda á tónleika. Já, þú bara klárar rautina bara. Já, þú bara, það er líka sem þetta er einslags sjó sem er í gangi hérna núna. Þú gefið því það. Á ég að hendi í jólatónleika? Hvernig var það? Auðun Blöndal syngur sínu upp á þessu jólalögu. Hvert erum við að fara ástin mín? Við erum að fara á jólatónleika. Nú, fegst þið miða á Froströssi? Nei, en ég náði að græja fyrir okkur 19 miða á Audda. Hann er með eitthvað sjóandi í hörpunni. Hann var nólaust. Það er Brian Adams og öll þessi helstu lögmaður. Já, ég myndi hjóla ykkur góð jólalög. En þetta var mitt framlag, As Long As You Love Me, og þá er komið að Sóla og hann allir eins og ég sagði á hann ekkert að ráðast að garðina sem hann lagstur. Það er Celine Dion eða Klein Dine eins og pabbi minn kallaði hann einu sinni þegar komið frá Mallorca. Og það er lagið Power of Love. Þú ert ástfangin ungur maður. Jep. Tilengað öllu ástfangna fólki hérna núti. Ertu klár? Jep. Núna maður, ég viðurkenna ég er í stór hættu. Þetta var hrikalega fallega sungið hjá þér. Takk fyrir, ég gaf mig allan í þetta. Já, djöfullins alveg. Ég sá bara að það var greinilega borgað þessi síðast að verða rauður og sveittur. Já, maður þarf að gefa sig allan. En nú er það 5-11 og 9-5-7 því að þetta er í ykkar höndum kæru hlustendur. Hvor okkar, er karaoke-kóngurinn hjá okkur til. Já, maður tekur bara þeirri niðurstöðu sem verður. Þið segjuðu, það er í annað hægt og við ætlum að fá þér fyrsta hlustenda. Hvor fannst þér, gera þetta betur? Já, mér finnst Öddi nú bara skárri, en mér finnst þetta bara bæði vera alveg hræðilega lög, sko. Bæði hræðilega, en ég skárri? Fæ ég atkvæði? Já. Ég teka, þakka þér. Þakka að kella fyrir það. Það var í rappkeppni næst. Já, við þurfum að prófa að rappa reyndar. Já, algjörlega. Við ætlum að bjóða Pétri í rapp. Herru, takk fyrir að hringja. Þetta var mikið hávitamin í þessu. Já, þetta var, elska að fá svona gott hrós að mánudegi. FM 95 blöð, hvor fannst ég að syngja betur? Mér Sóli flottari. Nei, hættu þessu. Takk fyrir þetta, frábært. Þetta er eitthvað svona vit á söngarna. Takk fyrir. Þú varst mér flottur líka, Öddi. En Sóli betri? Já, hún er nú jákvæðar en síðastu hlustandi. Já, það er skanna rósa. Já, takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, staðan er 1-1 í þessari úrslitakeppninni hjá okkur FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Já, Sænir. Sæll. Herðu, ég verður bara að segja, ég er svo glaður í hjartanum, strákar mínir. Auðun Blöndal, hann gjössalega drap Bíberinn, sko.
Já, ok. Hann verður að fá þetta atkvæði. Það er ánægður með þig, það er bara flott maður, hann stóð sér vel. Þú ert svo jákvæður. Já, ég bara tek hverju sem er, það var flott. Takk hella. Takk fyrir að ringja. Ok, staðan er 2-1, það er alltaf að gerast í þessu. Hver fær þitt atkvæði? Tvennu illu. Á tvennu illu? Já, ég veit þetta á bæði skelfilegt. Nei, Óli var sniður hann valdi lag sem henni rödd, sko. Já, takk fyrir það. Hann fær þitt atkvæði. Já, það var ekki eftir hann. Takk fyrir, þetta er einmitt sélin er hönnu fyrir mína rödd, það er bara svo leið. Það er ekki. Takk fyrir að ringja. Ekki málið. Það er 2-2 við hörku keppni. Hver fær þitt atkvæði? Að lækja útvarpinu? Halló? Hæ, voru að lækja útvarpinu? Justin Bieber vann þetta. Justin Bieber vann þetta, þakka fyrir það. Vann þetta ekki, atkvæði, ok, já. Já, takk. Já, það er allt í góðu, þetta er flott hjá þetta. 3-2, hver fær þitt atkvæði? Sóli allan tíma. Hervoðu þetta, já. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta var rosalega flott hjá honum. Takk fyrir það. Það er eitt að gefa hann atkvæði, þú ert ekki að ljúga, drengur. Hei, þetta er bara maður sem hefur vit á söng. Alltaf gaman þegar ringi fólk sem hefur eitthvað vit á tónlist. Takk fyrir þetta. Ekki máli. 3-3 hérna er alltaf að gerast. Hver fær þitt atkvæði? Herru, Sóli var flottur. Nei, já, hann var flottur, en hver fær atkvæðið þitt? Sóli? Nei. Já. Auði, ég ger hérna. Þetta myndi ég aldrei gera. Ég leyfi fólki bara að kjósa þess að það vil. Takk fyrir þetta kærlega. Minnstum alveg. Ertu alveg pottþétt? Ég held það. Þið voru hann báðir flott. Já, ég veit það. Auði var mjög góður líka. Sóli var góður eitthvað. Ok, takk samt. Ok, bara 4-3 Sóli, þú getur tryggt við sigur en þetta má ekki gera. Stefán Ígir fyrir Blöð, hvort fannst þér betri? Halló? Halló? Það er eitthvað. Klik hérna, F9 fyrir Blöð, hvort fannst þér betri? Mér fannst, Öddi. Á, 4-4, það er úrslit atkvæðið maður. Takk aðeinslega. Já, ekkert að þakka. Ok, það er 4-4, þvílík spenna. Hver vann karaokeið? Öddi klárlega. Frábært þér. Takk fyrir að ringja. 5-4. Takk aðeinslega. Hún skellti bara á hrætt við því Sóli þarna. Hvað? Ég sagði takk fyrir að ringja. Já, það er 5-4 og já, þetta veistu það er verra að tapa svona heldur en ég held sem þetta er ömurlegur mánudagur. Þetta er bara stórkostlegur dagur. Já, ég er ekki þunnur, þannig að ég held það allt. Má sjá, hver að fengið þitt atkvæði? Herðu, ég segi að Öddi vinni þetta af því það er ekki hægt að skemma bíbelög. Anna, takk aðeinslega, ég ætlaði bara að tjekka, kom enn eitt, bara til að tryggja þetta. En þessi sem að þú náður ekki, þau sem þú skelltir á áðan, hann hefði kosið mig. Herðu, þetta var... Þetta er alltaf leið, veistu það, ég bara vaknaði í morgun og ég hugsaði, sama hvernig þetta fer, ég ætla ekki að pirra mig á því. Nei, ég er ánægð með að þú ert... Það var flott hjá þér, þú gafst allan í þetta til hamingjöðum, þú ert betri söngvar en ég. Þú kannt að vinna og þú kannt að tapa. Sóli, það er að góða við þig. Ég þakka kærlega fyrir öll mín atkvæði. Ég og... Þakkar aðdáðundu þínu fyrir. Já, ég þakka öllum hlustundum aðdáðundu fyrir. Ég og Patra Síranonge, við áriðnum saman í Kringlunni næsta helgi. Já, okkur líst ljómandi vel á þig, flott háskólamenntun, meðmæli, flott ferilskrá og við viljum gertnan ráða þig. Já, bara eitt atriði, þessi skyrta, þú ert ekki hommi eða? Mismunun er staðrind. Berjumst gegn henni og fögnum fjölbreytninni. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Progress-áætlunin. Gerðu það gott með októbertilboðum í 10.11. Monster orkudrykkur á 299 krónur. Korni næringastöng á 119 krónur. Focaccia á 199 krónur. Hleðsla á 199 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blöð. Á FM 95. Þetta er Justin Timberlake, eða JT eins og hann kallar sig. Hann kann að syngja þessi. Já, þetta er vist að ég hef alltaf verið það fan of Justins. Já, hann töfari, sko. Hann er með þetta. Já, hann má eiga það, hann er með þetta. Já, hann er einhvern veginn, ég fíla það reyndar, ég get ekki sett alltaf, því þegar NSYNC var, ég var svo sem ekki brjálaður aðdáandi þeirra. Það var eitt lag sem heitir This I Promise You, sem var mjög gott með. This I Promise You. Það var helviti gott. Er það þarna I will take you in my arms. Það var pælingum að það væri FN95 blöðlagi. Já, það. Á sínum tíma. Þannig kannast ég nú við það. Já.
En það hins vegar komið núna, það mánudagur, það sumir sem eru þreyttir eftir helgina, misjafnt hvað fólk hefur verið að gera. Já, menn eru misfeskir. Já, en það ein manneskja sem ég hef verið að heyra í á mánudögum sem að kalla sig Gulla, hún aðeins eldri en við og ég svona spáði að tekka bara hvað hún gerði helgina. Hún hlýtur nú að vera að prjóna. Já, hún nú eiginlega alltaf fersk. Og já, hlýtur nú að vera. Svo ætla ég að spila hérna Society með Eddie Vedder, ég var að henda því á langt sinni, spila það mánudagslega. En maður sé að tekka mér aðeins á Gullu. Gulla! Hvað er það? Þetta Auti? Auðan minn! Hvað segirðu? Já, þú gætir að ég stað mig á betri tíma, elsku drengurinn minn. Nú ertu ekki hress? Ég er bara að drepast á þýsku. Nú ertu þunn? Helstu betur, það er að sé að smíða blokkar í hausnum á mér. Nú, hvað skralli var vinkonan á? Ég fór í Reykjavíkur helgina. Nú, varstu í bænum? Ég fór í bænum Blöndal og það var nú bæði dásamlegt og ömurlegt. Nú, akkurru? Það var þannig að dóttir mín, hún átti 65 ára afmæli á laugardaginn. Já. Og hún ætlaði að halda eitthvað kökuboð. Og ég sagði, já þá getur nú, ef þú ætlaði að gera það, þá kannski fer ég bara út í bílagemslu hérna og dæli bensín af einhverjum bíl og kveiki mér. Já, ok. Og þá sagði nú, hvað viltu þú gera með mín og afmælistaginn minn? Þetta var hún átti afmæli sjálf náttúrulega, þannig að ég sagði henni, ég vildi bara til Reykjavíkur og fá austur. Já, ok. Þannig að við kennum á laugardaginn. Já, glæsilegt. Og hvað voru að gera austur? Herðu, við fórum þangað og veistu hvað ég gerði? Ég splæsti í flöskuborði á þess að dásamlegu dóttur mín og nöfnu. Geggjað, gaman. Já, með flöskuborð keypti bakkart í rassflösku og fekk það fullt af blandi með þetta kosti ekki nema. Mér minni, ég er nú ekki alveg búin að kíka yfir þetta, ég held að vera eitthvað sem milli 40 og 50.000. Já, það er ekkert annað maður. Það er ekki neitt. Nei. Og veistu hver heldur að hafi komið og heilsað upp á mig á borðinu? Kolbeins eða? Það er hann ég sér, hann Ásgeir Kolbeinsson. Já, það er... Hann er dásamlegur. Hann er frábær. Hann er frábær. Og hann er svo snyrtilegur. Hann er svo hreint, hann hlýtur að fara oft í bað. Já, hann baða sjálfur, sástrákur. Ég heit alveg ímynda með það, hann er rosalega þrifinn og lyktar vel og svo er hann svo afskaplega myndalegur og ég fór alveg í þarna. Já, ok, en hvað klikkaði þá? Okkur varst ekki ánægð með helgina? Já, sko, Östur var alveg dásalegt og hann Danni Deluxe var að spila. Já, Danni. Það var frábært og hann spilaði Gangnam Style fyrir mig þrisvar. Ok, já. En svo eftir það, þá fór kvöldið í Aldurbyggju Nýravið. Nú? Við ákveðum að kíka, ég heftaði það að við færum í póker. Já. Það er staði sem heitir Kojak. Alveg rétt. Svona pókerklubbu sem ég fer alltaf í þegar ég kem til Reykjavíkur. Já. Og ég var þarna með eitthvað tæpan 300.000 krónur sem ég hafa búin að áætla þetta og er búin að var þarna með 2 sjöur á hendi og var búin að hitta setti mitt. Nú, sjöan komin í borð. Hún var komin í borðin, þannig að ég lagði alla peningan í botinn. Ok. Ég fór all in. Já. Þá var eftir brotinu ferðin og helvítis löggan er komin. Já. Og hann Sigurbakk sem er alveg dásamlegur, hann reyndi að leiða okkur að klára spilið, en þá var hann settur í jafn. Hugsaðu þér. Þetta var ömurlegt. Já. Helvítis löggu, helvítin. Já, leiðilegt. Ég hata löggur. Já, Þetta var eftir þess að, svo er þetta Harry Lane. Hann er ekki skilu krónu. Ég tapaði 300.000 kall á þeim. Já, þetta er ekki nógu gott maður. En svo var það ekki stóna, ég var búin að leiða hótelherbyggju fyrir okkur, við varum upp í lögu. Já. Og við fórum veitna með hundshaus þangað og daginn eftir ætlum að fara í tímkunni á fabrikuna og hitta Sim og Jóa. Já. Og það voru konur á staðnum. Æ. Hvað var þetta því að vera að markasetja staðinn sem þeirra stað og þeir eru ekki einu sinni að vinna þar? Nei, þeir var kannski ekki sér frí bara þennan sunnundaginn. Ég bara líð ekki svona, ég borga jafn mikið aðri sem fá hitt á. Já, þeir eru bara ekkert alltaf við. Þetta er hvað sem fáiðtagangur þetta er. Þeir hafa verið heima. Þetta er bara fáiðtagangur og ég veist það. Ég hlusta nú ofta þá á laugardögum og núna ger ég ekki nema Valtý sem með þeim. Já, King Valtý Björn. Já, ef hann verið með þá kannski stikli inn. Já, þetta er leiðilegt að heyra. Þeir hafa bara verið frí á sunnudagur. Þetta er bara ómenni. Hæ? Þetta eru ómenni. Nei. Þeir verða að fá frí eins og aðri. Ég fer aldrei eftir á fabrikuna. Nú, jæja.
Þannig að þetta hefur verið viðburðarík helgi hér. Þetta var eins og elskvæði mín, það var svona sorgir og sigrar helgina. Það var eitthvað dásalegt að geta farið til Reykjavík með henni Guðlaugu, dótturðarna minni, og hún var auðvitað afskaplega ánægð með ferðina. Já, ég skil. Aftur á móti við hefði þetta getið enda betur. Ég er sammála því, ég ætlaði bara aðeins að tjekka á þau, Gulla, við verðum í bandi. Herðu, þú verðstu bara áfram jafn önskulegur og frábær hjá þess átturinn. Bless. Sagði, amma Gulla þennan mánudaginn, hún var eitthvað ósátt þetta. Ósátt að hafa ekki sem að jóla. Já, hann var eitthvað þingið inni. Já. Það er svona, búin að fá sér flöskuborð og eitthvað á austur og kíkja á Sim og Jóa, svo voru þeir ekki þar. Já, missa allt í póker með þetta er bara hræðileg helgi. Já. Kolbrað jákvæðasta helgina, sem heyrist mér. Hún var að lýsa góðri blöðhelgi Herðu, við fáum hérna Eddie Vedder, Society og svo er það lagi á leiðinni heim. Ekkert af þessu lagi, Eddie Vedder hér með Society. Vedderinn? Já. Vedderinn maður. Toppsöngur þar á þetta. Ertu bölgjamaðandi? Sko, eins og ég segi, þá hlusta ég svo rosalega lítið á tónlist. Þannig að þú veist, ég set ekkert Pearl Jam á fónum frekar en eitthvað annað. Nei, eins og í gamla daga. Ég meina, ég hef ekki hert mikið að lélegum lögum með þeim, sko. Nei. Mér finnst það góður, en ég eins og náði að Creed aldrei. Nei. Mér finnst þeir fóru alltaf í taugarnar á mér. Ég var Creed aðdáandi fyrir Söðukröki, sko. Já. En þeir eldast ekkert rosalega vel. Creed, nei. Það er svolítið skólast á leiðinni, þegar ekki, Hvalfjarðargöngin. Þeir eru vel trúaðir og flottir, sko. Já, Creedin hefur skólast að þér. Já, ég var líka að hlusta mikið á live eða live eða hvað sem þeir kallaði þetta. Já, þeir voru nú skári, sko. Já, þeir áttu, sko, diskurinn Throwing Copper fannst mér bara með betri diskum, sko. Hlýtur einhvern tímann að vera lítill líðir að hlusta á þarna Lightning Crash. Já, Lightning Crashes og fleiri lög, sko. Já. The iris of your eyes. Já. Það var hellingur á lögum. En Sóli Hólmu fengi að velja lagið á leiðinni heim sem við endum hér á. En ég ætlaði fyrst að, segja ykkur dagskrána á Stöð 2 í kvöld. Og það er Ringtorg sem býður upp á dagskrána hérna hjá okkur í FM 95 Blö. Og ég minn alla á að þið getur farið inn á appið þeirra. Þar sjáu þetta allt saman. Ringtorg appið. En fyrir ykkur sem ætla að hafa kósi á mánudegi þá er það Glee sem hefst þarna klukkan 8, svo strax á eftir er Fairly Legal, The Pillars of the Earth og svo endur við á Who Do You Think You Are. Ertu Glee-maður? Horfur á Glee? Já, mér finnst Glee skemmtilegt og það má ég að segja við þeir sem með okkar Glee-klúb hérna. Við erum að taka lög eftir fræga listamenn og gera þau okkar. Já, gera okkar. Getum við ekki haft þetta fast, að þú ert með karaoke-keppni á miðvikudegi, getum við ekki haft eitthvað svona Glee-keppni bara? Kallaði það, sem þú ert að setja lögin í þinn eigin búning. Sko. Já, ég hugsa, búningurinn okkar er ógeðsluður. Já, ég veit það. Ég verði eiginlega bara að vera hreinskilinn með það. Þegar við erum að setja lög í okkar eigin búning, það er svona eins og að vera að klæða krakkaðin í eitthvað horbjóð, sko. Já, bara í Playboy-kanninu galla eða eitthvað svolítið, sko. Já, við erum ekki að setja lögin í fallegan búning. Nei, það er alveg rétt. En við gerum okkar besta og það er ekki hægt að gera betur. Nákvæmlega, það var ekkert að segja að við höfum gert þetta með hangandi hendi. Við settum eins mikla orku og hægt var að setja í þetta. Báðir kósveittir. En nú förum við bara að kveðja hvernig kvöldi hjá þér, Sóli. Það er kósi heitt bara. Það er bara kósi, já. Það er bara, já. Það er, ég hugsa, ég setjast kannski yfir bókhaldi hjá mér aðeins. Já. Sesti við það kannski. Þegar ég er búinn að koma kútonum mínum í háttinn. Já. Þá sesti ég kannski yfir reikninga og... Aðeins að dutti íbúðinni kannski. Já, kannski. Hendi ég parkettlistum á eitthvað svona, sko. Já, sveimi þá. Ég er að spara að henda upp 2 hillum í kvöld. Já. Elda mér eitthvað gott. Er ekki? Já, ég ætla að búa mér til eitthvað fallegan potrétt. Já, lístu vel að Hendum hillu og hafa það kósi. Er ekki? Já, sveimi það. Lístu vel að Ég þakka kærlega fyrir hlustununa í dag og minni á Rikka G sem er mættur hér í stúdíóið. Hann verður með ykkur til 9 í kvöld. Svo er það, ég og Sveppalingur. Sveppurinn verður mættur hérna á morgun klukkan 4. Endilega tekkja á því. Þá er Heitaklefinn og fleiri fastir liðir. En við ætlum að enda þetta á laginu og leiðinu heim. Og eins og ég sagði áðan, þá er það Sóli Hólm sem fekk að velja lagið að þessu sinni. Og er þetta einhverja svona minningar? Nei, ég ætla bara að senda öllum sunnlendingum góða kveðju. Já, þetta er lag sem hefur ekki verið spilað í FM 95 Blöð áður og við erum að vera eins ás. Já, þetta er bara sunnlensk kveðja. Já. Gjörðu svo vel. Þetta er rándýrt lag og það heitir Myndir. Hljómsveitin er að sjálfsögðu Skítamórall. Takk fyrir daginn í dag og takk fyrir að hlusta. Heyrjumst á morgun. Það er eitthvað sem þú gætir haft áhuga á. Mér datt það í hug.
Þú ferð í 1011 og kaupir Stimorol og átt á möguleika á að vinna þér inn splunkunýjan iPhone 5 síma. Einnig gefum við fullt af öðrum flottum aukavinningum frá Stimorol. Skelltu þér sem fyrst í 1011. Við draugum út vinningshafa í beinni útsendingu hjá Heiðari Östmann 5. daginn 1. nóvember. FM 957 og 1011. Það marg borgar sig. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is FM 957